Herru, þú var mætið hérna á Kópavogsvöll tapið 2-1, hvernig líður? Líður ekki vel, svekkjandi tap, leikur sem svona frekar kaflaskipt og góða tækifæri fyrir okkur. Ég held að vinna Blíkana hérna á Kópavogsvelli sem ekki búin að gerast mjög lengi. Koma vel inn í leikina, svæði sem við viljum að sækja, galopin, skora markið þannig og fáum svona 2-3 mjög góð stöðu í kjálfarið til að bæta annað markinu, en svo kemur svona kafli á leiknum sem svona trýst okkur allt og neyðarlega og ná þeim momentu að skora jafnunarmarki sem ég held að við gátum alveg gera betur í því sko. Seinna leikur bara mér finnst svipað, svona kaflaskipta leik, þeirra moment þegar þeir hafa svona sína mínútur og stýra leikin og trýst okkur neðar en samt svona kannski ekkert að skapa svona færi fyrir út varsuna hjá Fredda. Okkar moment í lok seinna leik og að jafna leikin, þannig svona mjög svektur út af mér finnst svona líði okkur ekki skilið að tapa leikin í dag. Það byrja aðeins á fyrirhálfleiknum, þið komist yfir snemma leiks, eins og sagðir á hann fenguð nóga færum til að bæta við og svekkjandi að ná ekki að nýta þessi færi í stöðun 1-0. Alveg klárlega, utan fórum alveg bara vel með gameplani alveg í botni og eins og svæði sem vildum að sækja sko var galopin og við vorum bara mjög flottir á þeim tímapunkti líka í pressunni og einhvern veginn svona var allt moment með okkur að bæta annað markinu og þá að sjálfsög þá allt annað leikur en munur kannski þessi velgengi hjá Breiðablik sem búin að vera mjög lengi og við svona hjá okkur enda svona vanta heslu munur að svona fá meira út úr svona leikjum bæði núna og líka móti Víkingum daginn heima hjá okkur og það bara sýnir að við verðum að halda áfram að vinna í okkar málum og ná þessa lítla prósentum til að þessa leiki fara í okkar hag sko. Hvað ertu ósáttur með? Hvað hluti þetta ósáttur með í kvöld? Já, svona, mér finnst svona gátum komast í vegg fyrir bæði marki. Game management í fyrsta markinu í stöðunni þegar Birkir lenda móti Ólaf Val sko. Sama í setni markinu, mér finnst svona markust við leikmannin fyrst og svo eftir það svona mista hann aðeins frá sér. Auðvitað kannski að segja þetta frá bekknum sko, en þetta eru hluti sem við erum að vinna í og erum bara að ítrekka svona þetta day in day out og menn eru svona að leggja sitt vilík fram og bara þurfum að bæta okkur þar sko, utan svona heilt yfir svona varnarleikin hjá okkur ekki slæmur og að núna erum komnir þar að þetta svona meira svona game management í ákveðnum momentum og við erum bara að halda áfram að vinna í því að það mikið hungur í liðinu að bæta þennan part og mér finnst við svona betri en eins og segi sko, svona svekkjandi að undir lokin við fengum svona ekki jafnunarmarki utan menn voru bara að leggja sál og hjarta í þetta til að jafna leikin. Hvað Lundum og Frúta, hvað skeið? Hann fekk eitthvað tak í aftanlæri hann og sjúkurtalvari Meta var ekki hægt að halda áfram en svona svekkjandi missa hann úr miðjunni tók svona svolítið tíma fyrir Bjarni að koma inn í þetta sko en þetta var ekki aðalatri held ég sko, svona menn sem voru að koma inn og bara komu með kraft inn og gerðu allt til að hjálpa liðinu til að ná betri úr. Við verðum að spyrja út í loka kaflan, Ari Ófa boltan Viktor Karl virðist fá hann í hendina, skorið að mínum að þetta löglegt mark, svekkjandi að þessi hlutir fjall ekki með ykkur? Já, bara mjög svekkjandi og það ekkert fyrsta skipti í sumar og svona litli atrið sem í rauninni hefur beint áhrif á úrslitin leiksins svona fallleikir með okkur og ég var að sjá þetta akkurat áðan í klefunum sko, svona mér finnst svona púra viti og aftur marki, svona ekki alveg kannski rétt dæmt af sko, en þegar eru svona hluti að geta falla með þér þá verður bara að leggja enn meira á sig og reyna að snúa þetta í velgengi. Takk